Lítið regluverk og krafa hraðan og áhættusækni líkt og verið hefur í fyrirtækjum hér á landi eykur líkur á að siðblendingjar raðist í áhrifastöður hér á landi. Þetta meðan þess sem kom fram í fyrirlestri Nönnu Brím geðlæknis. Karin Kjartandóttir. Siðblind fólk fullkomlega ófært að setja sig í spor annara. Margir þeirra lenda í fangelsi en þeir klárari geta þróa með sér mikla persónutöfra sem fleyta þeim langt. Gera má ráð fyrir að hér á landi séu 1500 til 3000 manns með alvarlega siðblindu séu tölur frá Bandaríkjunum heimfærðar hingað. Í því fyrirtækjaumhverfi sem þróast yfir síðustu ár, það að segja þar sem regluverk lítið og krafa um áhættusækni og skjótar, jafnvel harðsvíraðar ákvarðanir, hefur siðblindu fólki orðið vel ágengt. Rannsóknir sýna að töluvert fleiri siðblindir finnast í stjórnunarstörfum fyrirtækja en annars staðar í samfélaginu. Nanna Brím geðlæknir telur að hluta af ástæðum fyrir þessu sé svo að siðblindu sé stundum rugla saman við leiðtogahæfileika. Þá bendur hún á viðhorf samfélagsins. Bankaræningi sé yfirleitt fordæmdur á meðan hvítflippa glæpamaður fái litla refsingu. Siðblindir einstaklingar laðast að einhverju þar sem þeir fá völd og geta grætt mikla peninga og ráðskast með fólk. Og þar sem aðstæður eru svoleiðis og sérstaklega laða til þá að glæpum þar sem þeir vita svo sem alveg að það eru ekki miklar refsingar við því, það er tiltölulega auðvelt að sleppa. Þannig að ef eitthvað er gert í því að þetta er gert minna spennandi fyrir þá myndi þessi hópur einstaklinga vissulega kannski síður laðast að þessum glæpum. Hún segir að þeir sem hafi rannsakað þetta hvað mest segir þörf á því að skima betur eftir siðblindu við ráðningar. Margir séu sendir í persónuleika próf til að kanna hæfileika þeirra til að gegna mikilvægum störfum, svo sem lögreglumenn, en slíkt sé ekki gert þegar fólk eigi höndla með milljarða. Aukin þekking á einkennum siðblindu hefði mátt koma í veg fyrir mikinn skaða, til dæmis Enron-hneykslið.